Það er 9 stiga tap í Vesturbænum í kvöld. Hvað getur þú sagt mér? Hvað að gerast með þínum drengjum? Já. Hvað tapið þessum? Já, nákvæmlega. The classic one. Hörðu, ætlum við ekki grafa okkur hans að tupu hólu þarna í byrjun. Og svona kannski fórum aðeins frá því sem við erum kannski vanir að gera, að ná að frákasta töðurinn almennilega og spila aðeins betri vörn. Þannig að við svona kemum bara kafli og við einhvern veginn bara komum niður í hólu. Og það er svolítið skellurinn sko. En gerum ágætlega til þess að koma okkur tilbaka og svo eru bara 1-2 play sem þeir bara executa og við náum ekki alveg að executa. Þannig að þetta er eiginlega bara þannig leikur, mikil orka en við fannst við vera komið með leikinn á tímabili. En bara þeir náðu að setja stór skot og stór play varnarlega líka. Eins og þú segir, þeir byrja mun betur, eru 80 stigum yfir hérna eftir fyrsta leikluta sem er eiginlega bara mjög mikill munur eftir eitt leikluta. En þið gerir hans vel og náðu í svona þetta momentum sem er einhver leiti kannski svona drepið niður með hérna svona til lokin bara einhvern veginn, 3 mínútur eftir að leiknum. Fór mikil orka í að ná sér tilbaka? Það er svona klassískt að segja að við höfum eitt rosalega mikil orku í það sem er alveg rétt sko. En svo er það einhvern veginn tilfinningin þegar þú ert komin alveg í 3 stig að hvernig á að segja, ef maður segja þessi sálfræðilegt að þá fer maður að slaka á, þá er því maður komið með leikinn sko. En við hefum átt að vera með fótinn á bensíngjöfunni þá og að því að við vorum með það og ímynda okkur við séum bara yfir sko. Þannig að það var eiginlega bara það, þú veist, eins og ég segi, þeir eru bara executuð bæði sóknarlega og varnarlega og meðan við svona tókum fótinn á bensíngjöfunni. Ég meina ykkar lið og fleiri lið í deildinni svo sem eru að fara í gegnum breytingar. Já. Og það er mikið að leikjum og liðin að fara í gegnum breytingar á sama tíma. Já. Hvernig finnst þér Stjarnan vera að eiga við, ég meina þeir eru að fá Tómas Þórð inn, þeir eru að fá Kana í AJ. Já. Hvernig finnst þér liðið vera að koma saman? Já, ég meina við töpum í dag þannig að það er ekki nægilega gott og er þetta ekki bara klassískt að maður reyna að nýta þá menn sem eru með í pásinu að slípa okkur saman að einhverju leiti og svona reyna bara að finna út ég held að segja hollt fyrir okkur að kíkja þannig leik hvað hefði mátt fara betur en þetta tekur þetta bara tíma held ég að láta þetta allt saman ganga og að við þurfum að vinna eins og við og við verðum bara að vera þolinmóðir eins og öll önnur lið. Sjálf segja að þú gefur ekki kostaður í landsliðsferð, ferð ekki með landsliðin til Kosovo þar sem hún væri væntanlega eftir frábæran glugga síðast. Hvernig sérðu, ég meina svona fyrir þig persónulega, finnst þið þægilegt að geta verið með liðinu í þennan tíma í staðan fyrir að fara með landsliðinu? Já, ég veit nú ekki hversu mikið verð með liðinu. Ég ætla að reyna að mér að eigna spatt sem er bara vonandi að fara að gera svona bara á þessari sundi. Þannig ég ætla að reyna að nýta frí að slaka á og reyna að æfa þetta eitthvað með liðinu en ég ætla að fá að einbeita mér aðeins að fjölskyldulífinu þar sem ég á mikið inni. Stærra verkefni. Frábært. Takk fyrir. Takk.